Yfirdráttarheimild er heimild til þess að nota í raun meira af peningum heldur en ég á inn í banka. Ef ég er með debitkortareikning og er með yfirdráttarheimild upp á, segjum 50.000, þá má reikningurinn minn fara 50.000 í mínus. En leið og ég fer 1 krónu í mínus, þá hætti ég að fá vexti fyrir peningar sem inn á reikningum mínum og fer að borga vexti fyrir að fá lána. Því að fyrir yfirdráttinn þá borga ég vexti. Og vextirnir sem ég borga eru jafnvel 10, 15, 20% á ári. Það er mjög breytilegt eftir árum hvað þessir vextir eru háir, en þeir eru með hæstu vöxtum sem að fyrir finnast í bankakerfinu. Við borgum miklu hærri vexti fyrir yfirdráttarheimild heldur en fyrir, ef við til dæmis fáum 1% vexti fyrir að geyma peningin í bankanum, þá erum við að borga að minnstakosti 10% fyrir yfirdráttinn. Þannig að ég mæli með að fólk forðist að nota yfirdráttarheimild eins mikið og mögulega getur, nema þá hugsanlega til þess að brúa eitthvað bil í stuttan tíma. Það er allt í lagi, en að vera með yfirdrátt lengi er mjög dýrt.